við viljum vita sem mest flatarmál. Við erum alltaf að fara undirbúa okkur fyrir það að heilda. Og sem mest hallatölur, við erum að fara að undirbúa okkur fyrir það að deilda. Við erum að segja diffra. Undirstöðuföll í stærðfræði eru sínus og kósinus. Og við ætlum að ná þangað. Við ætlum bara að reyna að segja allar söguna, þannig við skiljum alltaf allt sem við erum að gera. Til þess að ná góðum tökum á sínus og kósinus og geta beitt þeim, þá viljum við líka geta beitt vigrum. Það er mörgu leyti mjög þægilegt að nota vigra, að þeir þátt fæslu, það er til annars vigur, það er kallað fæsla, eða fæslu vigur þegar maður ferðast svona milli punkta, við fæsluvigra. Og síðan viljum við vita, sem við breytum fæslu eða snúum vigri, hver fæslan og við mælum það í boglengdareiningum að gráðum. Við viljum bara skilja þetta allt saman smátt og smátt. Og regla Pýþagórasar undirstöð jafna. Þannig að við skulum byrja bara á því að skrifa hana upp aftur. Og við ætlum að tala örstutt vigra núna og smíða okkur tvö mikilvæg föll fyrir vigra sem heita Depilfeldi og Fyrst skulum við byrja að tala stöðuvigur. Þeir verða til fyrst á 19. öld. Þá langt síðan var að byrja að tala punkta. Þetta er punkturinn A og hann hefur liðina A1 og A2, getum við sagt. Og við vitum nákvæmlega hvað átt við. A1 er þá bara þessi mæling héðan og hingað. Og svo segjum við A2, kalla þennan X ás og þennan Y ás, eða ás 1 og ás 2. Þetta hér er hæðin A2 og þetta hér er grunnlínan A1. Svo köllum við staðinn þar sem allt er mælt frá, köllum hann O, þrívíður getur kerfið vera 0,0, þrívíður 0,0,0 og fjórvíður 0,0,0,0. Það er gett að leggja saman punkta. Við teiknum nú annan punkt á myndina og köllum hann B og hefur þá liðina B1 og B2. Þá er ekki alveg skýrt hvað átti við þegar við ætlum að reyna að segja stóra A plus stóra B. En það á að vera alveg skýrt hvað átti við ef við smíðum fyrst við. Við segjum þessi vigur þarna, hann fer frá O til A, það fæslan frá O til A. Við kennum hann við A, hann heitir þá litla A með ör hér ofan á. Og hvað er hann? Hann er nákvæmlega fæslan frá O til A. Og ég set alltaf strik undir bókstafina til að fara frá O til A. Við skráum liði vigur slitt á. Þess að við skráum A1 og A2. Matlab er alveg sama, hvort þetta er vigur, eða hvort þetta er runa, eða hvort þetta er punktur. Við skráum þetta allt inn á sama hátt. En vigrar í stærðfræði eru dálka. Þannig að við höfum þetta og við skráum bara liði vigur sem svona. Stóra A er punktur. Vigurinn A fær nafnið sitt frá honum. Við getum reiknað út þetta horn, sem við getum kallað þetta. Fyrst mælum hallatöluna og svo getum við notað heimasmíðaða tangensin eða þýðrafstifta eða notað arkatangens að reikna það. En við skilgreinum þá fyrst hallatala með hái vigursins A er það ekki lóðrétt færsla á móti Nú vitum við svo sem alveg hvernig við getum mælt horn. Og ef við viljum nota til dæmis reiknivél, þá finnum við tan í mínus fyrsta, invers tan á sömu vélum, en það heitir bogatangens eða arkatangens, sláum þetta inn af hallatölunni og það gefur okkur að hornið sem vigurinn A liggur undir er til að nota stórt A af því að arkatangens
að hallatölum. Af því að þetta eru bara stefnur vigra, þá getum við líka veltið fyrir okkur að við segjum stundum að vigur hafi stærð, við fáum þá frá Pýþagórasar, og stefnu. Sumir segja að vigur hefur lengd og stefnu, það er jafngilt. En við skulum áður en við skoðum það, þá skulum aðeins velta fyrir okkur hvað mínus a er, hvað það á að þýða. Ég geta lagt saman og annað. Vigurinn mínus a, hann verður þá mínus a1 mínus a2. Þegar við erum komið vigra þá þurfum við ekki endilega að vera með x-ásinn og y-ásinn sem hitakerfi. Við gætum við alveg síðan að hugsa vigra eins og stemmt strik og framlengda og þannig getum við sníða okkur nýjan hitás ef við viljum, en alls ekkert strax. Þannig þetta er þá vigurinn mínus a og ef að við ætlum svona aðeins að átta okkur á ákveðnum reglum, hvað myndum við segja a plus mínus a væri? Það er nokkuð konar 0. Verðum við ekki bara að reikna? A1 og A2 plus mínus A1 og mínus A2. Við vorum að taka liðina saman. Þetta kemur í staðinn fyrir sem sagt A1 mínus A1 og A2 mínus A2. Þetta er 0 og 0. En það er ágætt að hafa 0 við. Við táknum hann oft bara með svona stóru 0 með striki fyrir ofan. Þetta er ekki venjulega 0 heldur. Þetta er stöðuvigur 0.6. Aðeins taka fram orðfæri. Punkturinn A, sjá maður hérna fyrir ofan, hefur stöðuvigur. Á ensku er stöðuvigur kallað position vector. Sumir kallað radius vector. Þannig hefur stöðuvigur. Litla a sem að er, skýra. Færslan frá 0 punkti í punktin A og stöðuvigrar punkta byrja alltaf í 0,0. Og þetta er þá vigurinn A1, A2, eins og kom þetta fram á. Næsta gerða vigurinn sem við ætlum að skoða heita færsluvigur. Þá höfum við 2 punkta. Þeir eru gefnir, því skrifa A, þá vitum við já við punkt sem hefur liðina A1, A2. Og því ég skrifa punktin B, þá skrifum við liðina svona litla B1, litla B2. Hér er punkturinn A og hér er punkturinn B. Hvað var ég að mynda núna? Stöðuvigur punktsins. Og hvað var ég að mynda núna? Stöðuvigur punktsins B. Hvað á ég að skrifa hér við vigurinn? Litla a með örk. En það er sama og færslan frá O til A. Og ég skrifa litla b hér til þess að tákna færsluna. En það er nú þannig að maður vill ekki alltaf ferðast hérðan frá O, heldur viljum við geta farið hérðan frá A til B. Mynda vigurinn frá A til B. En hvernig verður formúlan fyrir? Þá þurfum við fyrst að vera með alveg á hreinu hvað við eigum við með summu. Það sem verður að gilda vigra, já. Þannig að því að þú veist, þegar við erum með f og x, þá er það punkturinn, en síðan þú veist a1 og a2, eða þá meða við x-ásinn a1 og síðan a2. Já, megin ástæðan fyrir því að skrifa a1 og a2 er að því þá er þetta svolítið eins og í MATLAB. Það er fyrsti liður inn í vigur hér A og svo skrifa maður 1 inn í til að segja í hvað sætan er, eða liður í sig. Í G og G-bru myndum við skrifa sko í staðan fyrir stóra A, þá myndum við skrifa X og A inn í sig og svo I og A inn í sig. Það er misjafnt eftir því hvað forritum maður er að vinna. Eins og MATLAB, hvernig mann A og þá myndum við skrifa eitthvað svona 2,3
og megum sleppa kommunni MATLAB, þá þetta línuvígur. Til þess að finna fyrri liðin, þá þurfum við að skrifa A1. Við stáum A1 inn í MATLAB, þá skrifar hann 2. Og ef við skrifum A2 eða liður nummer 2, þá gefur hann 3. Og við fylgjum því núna, svona það minnir á hvernig MATLAB gerir. En við myndum líka skrifa punktinn A svona í MATLAB. En ef við erum að vinna í GeoGebru, þess að teikna við að við myndum slá inn í inntaksgluggann eða inntakið, inntak eða input eða með þetta stilt á ensku, myndum skrifa bara svona svigi 2,3 og ef þetta er fyrsti punkturinn sem sláum við inn, þá býr GeoGebra strax til A. Hún gerir þetta stafrænslu. Svo birtist á GeoGebru skjánum, veljum hafa rúðustrikað á, að birtist þessi punktur hér, 2 til hægri, 3 upp og hún kallar hann A og ef við viljum sjá hver er fyrri liðurinn, A í GeoGebru, þá þurfum við að skrifa X og í sviga A, X nýtt punktsins A. GeoGebra myndi skrifa sko X nýtt punktsins A og hún myndi þá gefa 2. Og ef við myndum skrifa í skipanagluggann í nýtt punktsins A, þá gefur hún 3. Við skulum þá prófa að gera þetta í netútgáfu GeoGebru. Ég set hér inn punkt með liðina 2,3 og hann kominn og ég vil nú sjá x-nið þessa punkts. Skrifa ég bara x af punktinum A og við fáum 2 og í-nið punktsins A er þá sett inn svona og við fáum þá liðina 2 og 3. Ef við viljum nú skrifa stöðuvígur punktsins A, þá býðum þarna upp á 2 möguleika, vígur þar sem ég set bara inn punkt og síðan vígur þar sem ég set inn byrjunarpunkt og endapunkt. En þar sem ég ætla bara að fá stöðuvígur, þá slæ ég bara inn punktinn A. Og hún skýrir hann U og ef ég vil nú skýra hann litla A, þá get ég breytt í þarna upp í horninu þar sem hann kemur nafn. Til þess að reyna að finna út formúlu fyrir færslunni frá A til B, þá þurfum við bara að vita hvernig vigrasumma er hugsa. Og hún er alveg beint á til að ég nóti bara hvíta. Það skrifa hvað við viljum gera. Þetta var bara svona spjall. Viljum bara formúlu fyrir færslunni frá A til B. Og við hugsum A svona, A1, A2 og B sem B1, B2. Og vigrasumma, hún er beint af því. Vigrasumma. Svo getur verið þægilegt að kalla AB einhverju stuttu einu nafni eins og hina. Og þá skilgreinir maður kannski, við finnum einhvern lítið bókstaf fyrir þetta, AB, það myndum við nota. Bara einn bókstaf þegar við setjum öðrun upp á, lítinn bókstaf. Já, sé. Sko, GeoGebra myndi gera það, hún bara fyrir stafrófsögn. Já, það ætlum að kalla þennan sé. Við skulum setja 3 strik. Bara við ætlum að skýra þennan bara líkt bara því það er styttra og það er þægilegra. En vigrasumma, ef við segjum A plus C og vigrasumma er skilgreind þannig að þetta er bara eins og að leggja saman gönguferð. Ef við byrjum hér í O og förum í punktinn A, svo höldum við þaðan áfram eftir virunum C í punktin B. Og þá leggjum við bara hreinlega saman í hvori vitt. Og við höfum sem sagt að niður myndina að A plus
C er, já. Þá erum við búin að finna formúlu fyrir því hvernig við finnum færslu á milli tveggja punkta. Hvað er C? Það er það augljósa, það er ekki að segja. Já. Svoleiðis að færslan frá A til B. Þetta er ekki réttingur, þetta er bara Já. einhvern veginn. Já, bara ykkur göngufæll. Að fara frá A til B, við köllum það C. C er B mínus A. Það er bara eins og færi við jafnvægi. En C, stöðuvíkur, þá er B og B og A. Ef við kennum að við punktin, að því við viljum sjá punktana, þá segjum við og A. Svona. Á þessu formi er oft gott að reikna beint. Og við skulum þá að lítið dæmi. Finnið færsluna AB og í staðinn fyrir færsluna getum við aðeins að færsluna. Finnið færsluna AB frá A jafnt og veljið einhverja punkt. 2,0 til B, hvað á B að vera? 6. Sko, ég fer frá A, byrja í 2 og enda í 3, þá er færslan 1. Byrja í 2 og enda í 3, þá er færslan 1. Og svo upp þar ég frá úr hæðinni 4 upp í hæðina 6. Við þurfum að gera þetta í vigurum. Og við segjum þá hvernig bara laust. Fyrst þegar maður er að ríða allt svona upp, þá er best að teikna bara hérna. Setjum við punktana, hverðum á svona 1, 2, 3, 4 og svo þurfum við að bara 1, 2, 3, 4, 5, 6. A er í 2,4, hann er hér og B er í 3,6, hér. Og þetta er nákvæmlega eins og við viljum það sé. Þetta voru 2. Þetta eru 3. Ég hitt alveg á. Ég reysi hérna lóðlínu. Þetta er ekki ákveð. Þetta ákveð. Og láréttafærslan er 1. Hvernig reiknum við það? Lokastaða mínus uppastaða. 3 mínus 2 er 1. Og svo lóðréttafærslan 4 frá 4 upp í 6 og lóðréttafærslan er lokastaða mínus uppastaða 6 mínus 4. Við ætlum bara að sýna reikninga og nú notum við þessa eðlilegu formúlu. Lokastaða mínus uppastaða. Við fara frá A til B og notum formúluna og reiknum það bara hér. A, B er, ég ætla að setja fyrst B-inn. Stöðuvígur punktsins B, hann var 3,6 mínus 2,4 og svo reiknum við bara 3 mínus 2 er 1 og 6 mínus 4 er 2. Og við gátum hann talið út af því að við völdum svo þægilega tölu. Þessi hérna vígur er nákvæmlega vígurinn 1 til hægri og til 1 til hægri og til. Fyrir hallatala vígursins. Já, fyrir hvert 1 spjöld til hægri fyrir við 2 hvítir. Þetta er stórt hótt. Er það meira en 60 gráður? Nú megi alveg slá inn í vassreikningar allt tan af 2. Hallatala vígursins AB er greinilega 2, lóðréttafærsla móti lárétt eða 2 og hornið er, og svo sláið inn í tan mínus 1 eða arctan. Svona. Arctan af 2, þá þarf að muna stilla á radíana. Ef þið ætlið að fá til bólendareiningum, en deg ef þið ætlið að fá til gráðum. Ef þið MATLAB þá gerið ATAND. D fyrir degrís. 63,43 gefur yfirleitt með 4 mögustöðum. Vírar hafa hallatölu, vírar hafa stefnu sem sagt sem við getum ákvarðað með annað bara hallanum eða gráðum og svo getum við breytt þessi bólengdareiningar líka.
á markveldu 63,43 með hlutfallinu í deilt með 180. Það voru búin að breyta þessi bóluefnareining. Já. Þegar maður var mínusa A og B, Já. því að þú gerði fyrst B og síðan A. Já. Hvernig veit maður við hvað maður á að byrja? Það er sagt frá því, sko, farðu frá, finni fæstuna AB frá A til B. Og þá verður alltaf að taka lokastöðuna fyrst. Lokastaða mínus uppastað. Það er eins og þegar við horfum á þetta hér. Ég fer frá 2 upp í 3, bara í einni vitt. Til þess að finna út hvað er fyrir langt, þá var ég að segja 3, lokastaða mínus uppastað. Okkur langar að vita meira, segir mér, getum við reiknað út hvað þetta strik er langt. Er augljóst hvað þetta strik er langt eða ná í reglustrikum? Já, við höfum bara Pýþagóras. Það er ekki þannig sem við getum gert. Akkúrat, og af því erum við jú með réttið dýrakerfi. Það er til þess að geta það notað. Þá getum við sagt, lengd vígursins AB er táknuð svona til dæmis. Með 2 strikum hér, að þetta er vígurinn ekki í tölugildi. Þetta er einleikið sem tákna. Og við getum auðvitað sett inn tölurnar. Við vitum að skammhlið þríhyrningsins er 1. Og við erum að segja 1 í öðru. Hinn skammhliðin, lóðrita skammhliðin er 2. Við segja 2 í öðru og svo hefur við að draga rót. Og þetta var rótin af 5. En hvað segir vatnsreiknin? Er þetta 2,236? Þetta er þýðingu. Þá skilur við aðliðina eða lágurlínuna deilt með hóttinu. Það er áhliðina. Já, en þá átt þú... Þá fæ ég cirka 2,27. Í alla. Ég er ekki reyndið að kannski lengri sem ég reikna í. Já, það er alltaf best að nota bara það sem er búið að skilgreina. Það sem við erum búin að gera er að skilgreina reglu Pýþagórasar sem er alveg örugglega rétt hjá þér. Þá ertu bara á undan okkur. Fyrst notum við bara tangans, orkatangans, þessi skilgreina okkur og reglu Pýþagórasar. Það var ekki 2,2. 23 sinni 23 er 500, já, það eru konur yfir, alveg rétt, takk fyrir. 2,24 út í leið, þetta var svona punkturinn. Já, eða námið það 2,2. Það er námið þetta stöðu? Já, það er 6. Gott, 2,4. 2,24. Við sjáum núna hvað formúlan er. Túlkum þetta fyrir almennt A og B. Þegar A er eins og áðan A1, A2. Og við erum B1, B2, þá er lengd vígursins, sem er sama og lengd striksins á milli A og B, það hlýtur að vera, hvernig bjóðu til þessa tölu með formúlu? B og A. Með undruna, já, einmitt. Og ef við tökum fyrst láréttufærsluna, þetta hérna var nefnilega sko B1, þetta hér er A1. Það sem 3 minus 2, B1 minus A1. Þá skrifum við það. Þetta er þá B2 minus A, nei, 1 fyrir ekki. A1. Þetta er lengd striks, regla Pýþagórasar, við settum ferning á þessa hlið. Og svo, hvernig fundum við þessa? B2 minus A1. Akkúrat. B2 minus A2. Það er komið, setjum við annað veldi. Og þá erum við búin að reikna, ef við letum þessa tölu standa, þá erum við að reikna út þennan flöt. Þarna. Eins og Pýþagóraingar gerðu. En við ætlum bara að fá hliðarlengdina. Og þá drögum við rót. Eða setjum í hálfta veldi. Það er alveg það sama. Það er stuttum sögunum. Gamla daga skrifuðu menn radix, það er bara 2, þá rótin af 2, herningsrótin af 2. Svo styttist það í R2.
það væri radix 2. Svo hugsuðu menn, þetta bara svona saga hérna á örni. Þetta allt í lagi ef þetta bara ein tala, en ef þetta stæða eins og 2 + 3 - 5, bara að draga rótina, þá segja mér, já, það alveg örgar að taka r-ið og toga bara í það eins og fílsrana yfir allt sem á að draga rótina af. Þannig verður þetta til. Þetta var víst mjög aumt fyrir fyrstu r-ið, svo vandist þetta. Þetta sem sagt saga. Og svo þegar við fáum veldissvísvanna, þá segja menn að draga rót af 2 eins og að setja 2 í hálftaveldi. Af hverju það er rétt? Já, við getum bara séð það vegna þess að við tökum hliðalengdina og setjum með hann annað veldi, tökum rótina af 2 og setjum með annað veldi, og það er reglurnar að passa. Bara því við erum bara að velta fyrir okkur sögunni, rótina af 2 í öðru, það á að vera 2. Og svo viljum við nota veldareglur. Það eina sem kemur til greina þessu 2 hér. Til þess að fá 2, þá séu 2,5 1. Pítur, þannig að það var eðlilegt að í staðinn fyrir fílsrennan setjum við hálfan. 2 í hálfta, þetta passar í öðru, 2,5 1, þetta verður þá 2 í fyrsta, sem jú 2, þetta passar. Það er svona sem menn prófa að sjá áfram. Hvernig ég hafa táknmálið? Það var einhvern veginn að gangu. Þetta var út úr. En þá fer þetta alltaf að koma í okkur. Í framhaldinu höfum við ákveðað því að vinna með allt í öðru veldi. Við höfum bara ákveðað að vinna með jöfnu Pýþagórasar.